Flóttamannastraumur til Íslands eykst á næstu árum vegna loftslagsbreytinga að mati greiningardeildar ríkislögreglustjóra. Þá geta átök tengd umhverfisvernd blossað upp með litlum fyrirvara á Vesturlöndum. Þúsundir Ástrala verja nýársnóttinni við ströndina umkringdir eldhafi. Minnst 3 hafa farist í eldunum undanfarinn sólarhring. Kjarasamningar við opinbera starfsmenn og vaxandi atvinnuleysi verða á meðal helstu viðfangsefna ríkisstjórnarinnar á næsta ári. Ríkisráð kom saman til fundar á Bessastöðum í morgun. Dreifikerfi rafmagns á Norðurlandi er svo laskað eftir fárviðrið á aðventunni að það þolir ekki annað bakslag. Óvissustigi almannavarna vegna óveðursins var aflétt í gær. Áramótabrennur, flugeldasýningar og hátíðahöld einkenna venju samkvæmt þetta síðasta kvöld ársins. Það voru björgunarsveitirnar sem sköruðu fram úr í ár að mati hlustenda Rásar 2 og lesenda RÚV.is. Komið sæl. Líkur eru á að flóttamannastraumur til Íslands aukist vegna loftslagsbreytinga að mati greiningardeildar ríkislögreglustjóra. Loftslagsvá og viðbrögð við henni skapa djúpstæðar deilur á Vesturlöndum og líklega einnig hér á landi. Forsætisráðherra segir aðgerðir í undirbúningi. Þetta kemur fram í skýrslu ríkislögreglustjóra umhverfi löggæslu á Íslandi. Þar auk fleiri þátta fjalla hlýnun jarðar og loftslagsbreytingar sem auki enn á hættu á óstöðugleika og átökum, einkum í þróunarríkjum. Það stuðlaði miklum fólksflutningum sem líkur séu á að munu auka álag á landamærum Íslands. Umsóknum alþjóðlega vernd hér á landi kunni að fjölga og þrýstingur aukast að Íslendingar taki við fleiri flóttamönnum fyrir milligöngu alþjóðastofnana. Þessu muni fylgja aukinn kostnaður og álag á löggæslu og aðra innviði. Greiningardeildin telur að loftslagsbreytingar muni einkum hafa óbein og félagsleg áhrif hér á landi næstu 5 árin. Almennt skorti á í íslenskri umfjöllun loftslagsbreytingar að huga sé að líklegum afleiðingum á þjóðlífið en greiningardeildin telur líkur á að loftslagsbreytingar og viðbrögð við þeim munu á næstu árum skapa djúpstæðar pólitíska deilur víða á Vesturlöndum og trúlega einnig hér á landi. Hugmyndafræðilega átök tengd umhverfisvernd kunni að blossa upp á Vesturlöndum með litlum fyrirvara. Forsætisráðherra segir stjórnvöld farin að huga að ýmsum afleiðingum. Það kemur ný uppfærð aðgerðaáætlun eftir áramót og þar verður líka tekið tillit til þess sem við getum kallað viðnámsþróttur samfélagsins gagnvart þeim breytingum sem munu verða en ekki bara aðgerða til að sporna gegn breytingum. Þannig að já, við erum að sjálfsögðu farin að huga að því. Fólk að skiptast meira í fylkingar þegar kemur að þessum málum og það er eitthvað sem að ég tel vera neikvæða þróun vegna þess að loftslagsmálin og þær áskoranir sem að þar eru framundan eru sameiginlegt verkefni alls mannkyns og við þurfum að standa saman í því. 3 hafa farist í eldunum í Ástralíu undanfarinn sólarhring og að minnstakosti 5 er saknað. Þúsundir eru nú inni króaðar vegna elda í strandbænum Malakuta í Viktoríuríki við austurströndina. Mikill eldur er allt í kringum bæinn og ekki hægt að komast þaðan landleiðina. Margir neyðast því til að verja nýársnóttinni á ströndinni. Verið er að gera klár herskip og þyrlur til að flytja fólk af hættusvæðum og flytja vistir til bágstaddra. Yfirvöld segja að ekki sjái fyrir endan á hamförunum og stöðugt kvikni nýir eldar. Pretty nervous. It's been like this for a week now, an underlying threat, but this is surreal. And as you can feel, the wind has just changed to southerly. So the front's passing through and the fires over there are now going to be heading straight for all these houses, which is where we live. So it's pretty scary. I don't know whether we'd be any use trying to save the house, and you're always worried that it's more important to save your family than the actual property itself. Efnahags- og loftslagsmál og kjarasamningar opinberra starfsmanna verða helstu viðfangsefni ríkisstjórnarinnar á næsta ári. Fjármálaráðherra segir nýafstaðið haustþing eitt það afkastamesta sem getur. Venju samkvæmt var boðað til ríkisráðsfundar hér á Bessastöðum að morgni gamlársdags. Forystumenn ríkisstjórnarinnar eru almennt ánægðir með afraksturinn á árinu sem er að líða og horfa árið 2020 björtum augum. Ég held að lífskjarasamningarnir séu mér ofarlega í huga. Það var auðvitað mikil vinna á bak við þá, bæði af hálfu verkalýðshreyfingar og atvinnurekenda en líka af hálfu stjórnvalda og núna á haustþinginu höfum við séð mörg framfara mál verða veruleika í kjölfar þessara samninga og ég lít að nefna breytingar á skattkerfinu, lengingu fæðingarorlofs og fleiri þjóðþrifa mál til að mynda í húsnæðismálum. Kjarasamningarnir eru auðvitað kannski stærsta einstaka málið sem að leystist úr á þessu ári og í kjölfarið koma skattalækkanir.
Þetta var afkastamikið ár fyrir ríkisstjórnina, eitthvert afkastamesta haustþing sem að getur. Forsætisráðherra segir að loftslagsmálin verði stærsta einstaka viðfangsefnið árið 2020 en báðir eru ráðherrarnir sammála að efnahagsmálin verði krefjandi. Það skiptir núna máli hvernig við höldum áfram. Það þarf að styrkja opinbera fjárfestingu, það þarf að ná samningum við opinbera starfsmenn. En ég hins vegar mjög bjartsýn á miðað við hvernig mál gengu á árinu 2019 sem margir töldu nú yrði erfitt, þá er ég mjög bjartsýn á að við náum að sigla því farsællega í höfn. Það er áhyggjuefni að atvinnulífið er að fjárfesta minna, þannig að við þurfum að passa upp á það að hér fari ekki að grafa sig viðvarandi atvinnuleysi, heldur að við náum að snúa vélarnar aftur í gang og koma hagvexti af stað. Heilt yfir eru spár almennt ágætlega bjartsýnar fyrir næsta ár. Við þurfum semst að halda áfram að taka góðar ákvarðanir, það er þetta stóra málið. 8 þar af 3 börn voru flutt með þyrlu á bráðamóttöku Landspítalans eftir 2 umferðarslys í gær. Þau hafa nú öll verið útskrifuð. 13 slösuðust í fyrra slysinu sem varð síðdegis nærri Geysi. Þá var 5 manna fjölskylda í bíl sem valt í Hrútafirði í gærkvöld. Mikil hálka var á veginum. Fjölskyldan var flutt með þyrlu á Landspítalan. Lögreglan á Norðurlandi vestra biðlar til fólks að fara varlega því enn eru slæm akstursskilyrði í umdæminu. Hóp ferðabíll og jeppi með rússneskum og kínverskum ferðamönnum skullu saman nærri Geysi klukkan 4 í gær. Þyrla Landhelgisgæslunnar flutti 3 á Landspítalan, þar af 1 barn. 10 mann sem slösuðust minna fengu aðhlynningu á Selfossi. Lögregla rannsakar tildrög slysins en ekki talið að hálka hafi verið á veginum. Allir sem voru fluttir á Landspítalan hafa verið útskrifaðir samkvæmt upplýsingum þaðan. Skýrslutökur yfir vitnum stóðu yfir í allan gærdag í máli Kristjáns Gunnars Valdimarssonar sem grunaður er að brjóta kynferðislega gegn ungum konum og svipta þær frelsi sínu. 3 konur hafa lagt fram kæru gegn Kristjáni Gunnari. Stöð 2 greindi frá því í gær að 4. konan ætlaði að leggja fram kæru en samkvæmt upplýsingum sem fréttastofa fékk frá lögreglu í morgun hefur sú kæra ekki komið fram. Héraðsdómur Reykjavíkur hafnaði í gær kröfu lögreglunar 4 vikna framlengingu gæsluvarðhalds og er Kristján Gunnar nú frjáls ferða sinna. Lögreglan kærði niðurstöðuna til Landsréttar. Aldrei hafa fleiri sprengjuárásir verið gerðar í Svíþjóð en á þessu ári. Lögregla segir aukna hörku færast í átök glæpagengja í landinu. 9 að morgni 7. júní sprakk öflug sprengja við íbúðarhús í Linköping. Hús í grenndinni nötruðu og hvellurinn heyrðist alla borg. Mildi þótti að enginn slasaðist alvarlega. Huset vibrerade och det kom som en pustvind och sen en stor smäll och så sprack rutorna på balkongen. Samkvæmt lögreglu hafa 236 sprengjur sprungið víðsvegar Svíþjóð á árinu. Í fyrra voru þær 162. Vi har sett en utveckling över tid i de kriminella konflikter som finns i Sverige och där man tidigare använde nästan enbart skjutvapen har bitvis använt sig av handgranater, men nu ser vi också en utveckling där man använder sig av IED, hemmagjorda laddningar som vapen i konflikter, antingen för att skada eller för att skrämmas. Lögregla var ekki undir þetta búin. I vår grupp som analyserar explosivämnen naturligtvis har vi fått väldigt mycket mer att göra, eller de personer som jobbar med det. Så delvis har vi fått styra om så att de personerna som har jobbat med flera olika ämnesområden förut nästan jobbar bara med det här nu. Fenomenet med explosivämnen som vapen i konflikter är relativt nytt. Det gör att vi har betydande ovissheter runt varifrån kommer delarna till de bomber som byggs och används. Enginn hefur látið lífið í sprengjuárás í Svíþjóð en samkvæmt síðustu tölum lögreglu létust 38 í skotárásum á árinu. Það er svipað og undanfarin ár. Leit hófst að nýju í birtingu í Heydal á Snæfellsnesi. Lögregla óskaði eftir aðstoð björgunarsveita í gærkvöld eftir að farið var að óttast mann á svæðinu. Mannlaus bíll fannst þar fyrir 2 dögum og ekki hefur náðst í eiganda hans síðan. Hátt í 300 björgunarsveitamenn leituðu mannsins fram á nótt. Nú er leitað í hellum í Gullborgarhrauni. Leitað verður fram eftir degi en ekki af sama þunga og í nótt. Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð til leitar og lagði af stað 11 leitið í morgun. Ekki hefur verið leitað í dag að Rimu Felixasdóttur sem hvarf fyrir jól. Leitað var með drónum í gær. Ekki hefur verið tekin ákvörðun framhaldið.
Dreifikerfi rafmagns á Norðurlandi enn laskað eftir fárviðrið sem gekk yfir landið á aðventunu og þolir ekki annað svipað óveður. Óvissustigi almannavarna vegna óveðursins var aflétt í gær. Leið og rafmagnið fór af stórum hluta landsins aðfaranótt 10. desember hófst viðgerð á línum og tengivirkjum. Ástandið var langverst á Norðurlandi þar sem fjöldi lína bæði í þéttbýli og heimað sveitabæjum slitnuðu. Bráðabirgðaviðgerð lauk fyrir jól en kerfið víða mjög laskað og þarfnast frekari viðgerða. Nú rafmagn allstaðar komið á. Einungis fáeinir sveitabæir og einn viti fá rafmagn frá varaaflsstöðvum. Rósant Guðmundsson, kynningarstjóri hjá Rarik, segir í samtali við fréttastofu að dreifikerfið þoli ekki annað svona óveður strax. Bráðabirgðaviðgerðir voru í kapphlaupi við tímann og nú unnið að því að meta hvar þurfi að ganga betur frá. Meðal þess sem á að meta eftir áramótin forgangsröðun verkefna við að leggja rafstrengi í jörðu. Samkvæmt áætlunum á allt kerfið að vera komið í jörð 2035. Óvissustigi almannavarna var lýst yfir fyrir Norðurland vestra og eystra 9. desember þegar veðurspár gáfu vísbendingar hversu vont veðrið yrði. Daginn eftir þegar víða var orðið rafmagnslaust var hættustigi almannavarna lýst yfir og það var í gildi í tæpa viku. Þar til það var aftur fært niður á óvissustig. Tugir viðgerðarmanna á vegum Landsnets og Rarik höfðu þá komið straumi á flesta þá staði sem urðu rafmagnslausir. Þeir nutu aðstóðar hundruð af björgunarsveitarmanna sem sinntu þessu ásamt fjölda annarra verkefna í veðrinu og eftir að það hafði gengið niður. Í gær var svo óvissustigi almannavarna loks aflýst. Hlustendur Rásar 2 og lesendur RÚV.is hafa valið björgunarsveitir landsins manneskju ársins. Björgunarsveitirnar fengu meira en þriðjung greiddra atkvæða. Þær hafa staðið í ströngu á árinu og skemmst að minnast frækilegrar framgöngu þeirra í sprengilægðinni í byrjun desember. Úrslitin voru tilkynnt í þættinum á síðustu stundu á Rás 2 nú rétt í þessu. Og Hlynur Skagfjörð Pálsson, björgunarsveitarmaður úr Reykjavík, velkomin og til hamingju með þessa nafnbót. Já, þú ert einn af þeim sem fóru norður með snjóbíla nóttina áður en óveðrið skall þarna í 10. desember, eða 12. Best að ruglast ekki á því. Mér skilst að þú hefur verið í verkefnum í 5 sólarhringa. Hefur einhvern tímann áður sinnt svona stóru verkefni? Já, takk fyrir okkur fyrst. Það voru rétt rúmið 5 sólarhringar frá því var hringt í mig hérna í bænum og þangað til að koma heim aftur, sko. Var nú kannski ekki í stöðugum verkefnum. Nei, þetta er mitt persónulega tímamet í útkalli, sko. Já. Þegar við vorum þegar féð fenti sem mest þarna á Þeistareykjabungunum fyrir nokkrum árum síðan, þá vorum við hérna einhverja 3-4 sólarhringa. En við erum reyndar ekkert í keppnum hver lengst, sko. Nei, hvað erfiðast? Er það beinlínis úthaldið eða aðstæður, eða margir þættir sem að tvinnast saman? Það geta komið upp alls konar hlutir, sko. Það er mjög erfitt að keyra í vitlausu veðri og reyna að rýna í veginn í 2, 3, 4, 5 tíma, sko. Það er líka erfitt að koma að illa fentum hrossum sem geta ekki hreyft sig. Það er líka erfitt fyrir menn eins og félaga mína sem eru búin að vera þannig 3 sólarhringa, eigandi 5 mánaða gömul börn heima, sko. Það er alls konar hlutir erfiðir, sko. Þið voru yfir 2000 björgunarsveitarmenn og konur sem tóku þátt í stóra verkefninu og núna undanfæri hafa verið 200-300 manns við leit að týndu fólki eins og kom fram í frétt hérna áðan. Verkefnin eru í rauninni endalaus, erfið og stundum hættuleg. Finnið þið fyrir þakklæti fyrir ykkar störf? Já, ég held að það er ekkert vafamál með það, sko. Okkur alltaf þakkað allstaðar og við erum einhvern veginn alltaf talin ofur æðisleg, sko. Það eiginlega svona liggur við að við förum hálfpartinn hjá okkur, sko, þegar við erum endalaust að þakka okkur fyrir, sko. Kannski bara rétt áður ég sleppi þér í lokin, hvað færir mitt mann eins og þig til þess að endast í þessu ár eftir ár í sjálfboðavinnu? Já, það er skemmtilegur félagskapur, sko. Við fáum fullt út úr þessu, við fáum alls konar fræðslu og ferðir og þetta og hitt, sko. Mér finnst sjálfum ótrúlega gaman að koma svona út á land og hitta fólkið í litlu sveitunum út á landi því að það er þar sem að styrkurinn er mestur og nauðsyninn er mest. Kæra þakki fyrir komin og aftur til hamingju. Takk fyrir okkur, kærlega. Og þá snúum við ykkur að öðru því það eru 10 áramótabrenna sem verða all land í kvöld. Á 3 svæðum í Reykjavík verða afgirt sérstök skotsvæði til að tryggja öryggi þegar flugeldaskot ná hámarki miðnætti. 17 brennur verða á höfuðborgarsvæðinu í kvöld. Ein stærsta brenna landsins verður við Fífuna í Kópavogi.
Þangað er gert ráð fyrir að komi að minnstakosti 1000 ferðamenn sem greiða þóknun fyrir kleinur og kakó og stæði fyrir rúturnar sem þeir koma á. Á Akureyri verður brennað við Réttarhvamm og á Ísafirði við Hauganes. Þá geta íbúar á Héraði sótt brennur við Egilsstaðanes, en finna má upplýsingar brennur á öðrum stöðum á heimasíðum sveitarfélaga. Þetta eru 3. áramótin í röð þar sem gert er ráð fyrir sérstökum skotsvæðum í Reykjavík. Það er við Landakotskirkjum, á Skólavörðuholti og á Klambratúni. Þarna hafa verið komið fyrir sér svona skotpöllum og hólkum þar sem fólk getur farið og skotið upp. Á svæðinu verða verða starfsmenn sem leiðbeina fólki og vísa fólki inn á þessi svæði. Þessi beiðni kemur frá íbúum, það er svona sjálfsprottið og það sem fólki fannst bara það orðið svo rosalega mikið af fólki sem kemur og þarna er kannski líka erlendu gestirnar okkar hafa verið að koma eins og upp á Skólavörðuholti og þeir kannski kunna síður að fara með flugeldana og það var orðið mikill mannfjöldi sem kom hann saman, þröngt, þannig að það þótti bara gott að fara að vísa fólki bara inn á ákveðin svæði til þess að gera þetta. Ég held að þetta sé bara að henni góða og fólk bara svona í rólegheitum fyrir að læra það að þarna að þú getur bara ekki staðið bara inn í miðjum mannfjölda og skýtur upp flugeldum, heldur eru þarna einhver afgirt svæði sem hægt er að gera þetta. Hátt í 2000 manns þreyta nú gamlárshlaup ÍR sem fer fram í Reykjavík í 44. sinn í dag. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður er við marklínuna. Hólmfríður, eru allir komnir í mark? Já, skemmtiskokkið er komið í mark og þeir síðustu úr 10 km hlaupinu er að þeytast í mark fyrir aftan mig. Inga Dís, þú skipulagðir þetta hlaup. Er þetta metfjöldi í ár? Þetta er metþátttaka. Aldrei margir tekið þátt í gamlárshlaupi ÍR áður. 2074. Og hvernig hefur þetta gengið? Heyrðu, alveg rosalega vel. Bara langt fram öllum vendingum. Enda frábært fólk á öllum vígstöðum hjá okkur. Og hverjir komu fyrstir í mark? Arnar Pétursson kom fyrstu kalla á 31.16 að mig minnir og Andra Kolbjörnsdóttir á 36.30. Bara glæsilegir tímar. Og þetta eru ansið skrautlegir hlauparar hér, ekki satt? Herri, já, ég er búin að sjá Úlf og Björn og pítsusneiðar og já, einn var á lendaskílunni. Þannig að já, það er alls konar að koma í mark, alls konar fólk. Bara rosalega gaman að sjá þetta. Og það er ljóst að veðrið hefur ekki sett strik í reikningin? Nei, langt í frá. Og talandi veðrið, þá er Theodór Freyr Hervarsson. Hvað getur þú sagt mér áramótaveðrið? Já, það lítur ekkert sérlega vel út hvað var það sunnan á Vestanverðlandi. Það verður svona þungbúið og getur verið alltaf blástur í þessu líka. En ekki þannig að við getum ekki fagnað hvart þetta ár og fagnaði nýja árið. Það er alveg hægt að vera úti í kvöldu, bara glæða sig eftir veðri. Og hvar er flugveldaveðrið best? Já, það verður nú sennilega best þá á Norður-Austurlandi. Þar verður þurrt og bara örugglega sæmilega háskýjað, þannig að það er hægt að njóta þess þar. En mengun, er hægt á henni? Nei, ég held að vindur á landinu verði alveg nægur til þess í rauninni að koma í veg fyrir mikla mengun og svo náttúrulega eins og hér sunnan á Vesturlandi þá kemur úrkoma í ofanálag, þannig að það ætti að minnka þá hættu. Einmitt, takk fyrir þetta Theodór, við verðum bara að vona það besta og við látum þessu lokið héðan úr súldinni í miðbænum. Takk fyrir þetta Hólmfríður og Theodór og við ætlum næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Flóttamannastraumur til Íslands eykst á næstu árum vegna loftslagsbreytinga að mati greiningardeildar ríkislögreglustjóra. Þá geta átök tengd umhverfisvernd blossað upp með litlum fyrirvara á Vesturlöndum. Þúsundir Ástrala verja nýársnóttinni við ströndina umkringdir eldhafi. Minnst 3 hafa farist í eldunum undanfarinn sólarhring. Kjarasamningar við opinbera starfsmenn og vaxandi atvinnuleysi verða á meðal helstu viðfangsefna ríkisstjórnarinnar á næsta ári. Ríkisráð kom saman til fundar á Bessastöðum í morgun. Dreifikerfi rafmagns á Norðurlandi er svo laskað eftir fárviðrið á aðventunni að það þolir ekki annað bakslag. Óvissustigi almannavarna vegna óveðursins var aflétt í gær. Áramótabrennur, flugeldasýningar og hátíðahöld einkenna venju samkvæmt þetta síðasta kvöld ársins. Það voru björgunarsveitirnar sem sköruðu fram úr í ár að mati hlustenda Rásar 2 og lesenda RÚV.is.
Þá er síðasti sjónvarpsfréttatími ársins á enda. Fréttir verða áfram á RÚV.is og næst í útvarpi klukkan 4. Strax að þeim loknum hefst útvarpsannáll á Rás 1 og sjónvarpsannáll fréttastofunnar verður auðvitað á sínum stað í kvöld. En við ljúkum árinu 2019 á svipmyndum úr vetraríkinu í Fnjóskadal og lagi Jóhanns Jóhannssonar Odi et Amo. Takk fyrir samfélgina.